Ari Teitsson, ekki svo vel. Já, góður félagar, formaður. Það má nú kannski segja að það lítið svolítið undarlega út að það eru einhverjum fulltrúar sérnefndar sem hér tala og fara út og suður í flestum málum og ég verð nú að viðurkenna að ég verð engin undantekning frá því. Ég verð þó taka fram að það hafa verið mjög góðar umræður í sérnefndinni og þessi mál og ekki ætla ég að hlaupa beint á tillögunum, var að vísu ekki miðstaddur hér á þriðjudaginn en það breytir ekki öllum. Eigi að síður þá ætla ég að styðja tillögu Þorkels og hún sé ekki þess að við lögðum fram beint þannig en ég bara segi þar lengi getur gott batnað og ég held að hún sé skrefi í rétta átt. Ég líka hlynntur hugmyndum Gísla að við eigum að vera með mismunandi form á kröfum stjórnarskrárbreytingar. Það eins og við vitum öll, þá eru þær mjög mismunandi, sumt bara einhverju örlitlar efnisbreytingar sem að varða þá einhverjar samninga hafa verið tíundað hér. Við ræddum í nefndinni hvort að við gætum þá farið með slíka breytingar í gegnum þingi með auknum meirihluta, þá mjög auknum. Gísli nefndi, ef ég man rétt, 3/4 og ég held að við þurfum að vera þetta með einhvers konar millistig þannig að það sé hægt að gera svona ákveðnar minniháttarbreytingar á stjórnarskrá á þess að það fari mjög formlegt form en stærri breytingar þurfum við að gera með öðrum hætti. Þetta vorum við búin að ræða en við vorum vissulega ekki komin að niðurstöðu og þess vegna leggjum við þetta fram. Síðan held ég að það sé nú í stærri breytingum á stjórnarskrá skynsamlegt að vera með 2/3 hluta alþingismanna. Það nú þannig að öll reynum við að læra af reynslunni svo lengi sem að við lifum og það var nokkuð dapurleg reynsla sem að ég upplifði hér á Alþingi fyrir líklega bráðum 2 árum þegar meirihluti alþingismanna samþykkti að fara í Evrópuviðræður og vitandi það að stór hluti þeirra sem samþykkti það var alls ekki samþykkur því, var beinlínis á móti því. Þannig að ég held að 2/3 svona varnagli á það að það sé þá einhver raunverulegur vilji meirihluti alþingis. Hann var ekki fyrir hendi fyrir 2 árum þá þetta væri farið á stað. Þannig að þetta svona öryggisventil sem ég held að væri gott að hafa en við komumst örugglega einhverju niðurstöðu í þeim máli. Síðan segi ég nú eins og Guðmundur og Eiríkur og fleiri að ég sakna hugmyndana að 1/3 hluti þingmanna geti vísað málum í þjóðaratkvæði. Rökin eru hér ágætlega komin fram þar að segja að við gerum minnihlutann ábyrgari með þessu. Ég sannfærður að það gæti virkað, þannig vel tekst til. Það kannski ekki tími til að rifja það upp en hér í gamla daga þegar Kaupfélag Þingeyinga var á hér þá voru nú alltaf deilur og hávaði í kringum það og sömu mennirnir sem alltaf rifust og skammuðust og langbesta ráður til þess að þakka niður var að setja á því stjórn. Og þetta gildi kannski svo lítið að ef við getum falið minnihlutanum meiri ábyrgð þá mundan haga sér öðruvísi. Þannig að það er meira með þetta í huga sem ég styð þetta en líka það að ég lít svo á að þegar við erum komin með 2-faldan öryggisventil á lagasetningu annars vegar hluta kjósenda, hvort sem það eru nú 10-15% og hins vegar 1/3 hluta þingmanna þá erum við búin að tryggja það að það eins og hægt að það verði ekki slys í lagasetningu og þá get ég með góðri samvinsku samið það að það verið skynsamlegt að forsetinn hefði annað að sýsla heldur en að skrifa undir lög. En ef það er bara einfaldur öryggisventil þá svona hef ég meiri efasemdir að við eigum að sleppa forsetanum. Þannig að þetta er raun og veru allt einn samfella sem að við erum að vísu sammála en vandamál okkar er það að það gengur svo hægt að fá einhverja heildarmynd sem við getum skoðað. Þannig að þess vegna erum við svona svolítið út á suður. Ekki meiri byrji.